Við ræðum í kvöld málefni umsvifamesta verslunarfyrirtækis landsins, Haga. Nú hefur Arion banki ákveðið að Hagar verði skráðir í Kauphöllina og stjórnendurnir njóti forkaupsréttar á 15% hlut. Eignarhaldsfélag Haga skuldar bankanum 50 milljarða króna og óvíst hversu stóran hluta bankin neyðist til að afskrifa. Forstjóri Arion banka verður hjá okkur í þættinum. En fyrst að málefnum Haga. Finnur Sveinbjörnsson, forstjóri Arion banka, komin hingað. Velkomin. Takk fyrir. Nú gefið þið stjórnendum Haga forkaupsrétt af 15% hlut í högum í þessu fyrirhugaða hlutafjárútboði sem stendur til að hafa seinna á árinu. Og eins og framkom í fréttum hér áðan þá hafa engar skorður verið reistar við því að fyrri eigendur kaupi Haga í útboðinu. Það getur þá verið að það verði síðar. En þessir fyrrverandi eigendur eru gríðarlega umdeildir menn. Við getum nú verið sammála það. Það liggur til dæmis eftir þá stærsta gjaldþrot einkafyrirtækis hér á landi. Og heldur að það sé stemming í samfélaginu fyrir því að þeir eignist Haga á ný eftir allt sem á undan er gengið? Það er rétt að bankinn taldi að til að gæta hagsmuna sinna sem best og að áfram yrði sterk liðsheild í þessu fyrirtæki sem hefur verið byggt myndarlega upp á liðnum árum og er með öflugan verslunarrekstur land allt. Að þá væri nauðsynlegt að þetta stjórnendateymi sem hefur staðið þarna að verki, að það fengi tækifæri til að vera þarna áfram, að minnst okkarsti fram yfir útboð og þess vegna er það sem að bankinn gaf þessum aðilum kost á að kaupa þá þennan 15% hlut. En er stemming fyrir að hafa þarna? Nú er þarna Forsaga sem er ekki góð. Þeir hafa siglt fyrirtækjum í kaf. Það eru skuldir upp á 50 milljarða vegna 1998 það bil. Gjaldþrot Baugs, ég nefni það líka. Kröfur í þrotabú Baugs námu 300 milljörðum króna. Nýtur til dæmis Jóhannes Jónsson fulls traust eftir þessa sögu? Þetta stjórnendateymi sem hefur byggt upp þetta fyrirtæki og er að leiða, að það er mjög mikilvægt að það haldi áfram núna sinn og núna þegar bankinn er að skrá þetta félag og selja það almenningi í opnu, gagnsæju ferli. En njóta trausts? Þá er mjög mikilvægt að þetta teymi sé þarna við stjórnvölinn. Vegna þess að þetta fyrirtæki það hefur verið byggt upp að myndarskap og það er bankanum mikilvægt að fá sem allra hæst verð fyrir þetta fyrirtæki. Og þess vegna er mikilvægt að þetta stjórnendateymi sem hefur verið þarna, að það verði þarna áfram sinn. Og njóta þeir trausts bankans? Bankinn hefur kosið að gefa þessum aðilum kost á að kaupa þennan hlut og í því felst að bankinn telur það augljósa hagsmuni sína að þetta teymi verði þarna og leiði fyrirtækið í því ferli sem framundan er. Nú eru verklagsreglur sem bankinn hefur endurskipulagningu skuldsettra fyrirtækja og þar segir að áframhaldandi aðkoma fyrri eigenda að endurskipulagningunni sé háð því að þeir njóti trausts. Það er sem sagt svo að ykkar mati að fullt traust ríkir til Jóhannes Jónssonar og Jóns Ásgeirs. Jón Ásgeir kemur ekki þarna nær. Jóhannes er þá, tökum hann. Bankinn er sem þetta ákveða það að tiltekinn hópur lykilstjórnenda þeim gefist kostur á að kaupa þarna hlut vegna þess að það er talið vera mikilvægt fyrir hagsmuni bankans að þessi hópu leiði fyrirtæki áfram í gegnum þetta ferli sem framundan er. En nú eru þetta umdeildir menn. Þarf ekki bankinn að ná einhvers konar niðurstöðu í þetta sem er í sátt við samfélagið í kring? Jú, ég tel að svo sé. Þetta er fyrirtæki sem er með starfsemi land allt. Almenningur hefur sýnt að hann kann að meta þá starfsemi sem þarna fer fram. Almenningur greiðir atkvæði með fótunum á hverjum einasta degi þegar versla er í verslunum land allt. Þannig að ég held að það sé augljóst að almenningur kann vel að meta þetta fyrirtæki og núna ætlar bankinn að gefa almenningi kost á að eignast hlut í þessu fyrirtæki. En hefur almenningur áhuga á að eignast hlut í fyrirtæki þar sem að þessir menn sem eiga sér þessa forsögu eiga svona stóran hlut? Það á auðvitað eftir að koma í ljós, en ég tel að svo sé og ég nefni aftur að það er alveg augljóst að almenningur vill gjarnan eiga viðskipti við þetta fyrirtæki. Og þar að leiðandi ber almenningu traust til þess hóp sem er að leiða og stýra þessu fyrirtæki. En þið talið að ná dreifðri eignaraðild á högum. Verður sett þak á hversu mikið fólk má kaupa í hlutabréfaútboðinu? Það er eitt af því sem kemur til greina og það er hægt að framkvæma þetta útboð með ýmsum hætti og núna framundan er einmitt þetta að ákveða hvernig útboðinu verður hagað. Það er hægt að gera þetta í þrepum, það er hægt að gera þetta þannig
að fyrst sé stofnanafjárfestum gefum kostur á að kaupa og síðan í framhaldinu almenningi. Það er hægt að setja skorður við því hvað hver og einn má kaupa. Það er hægt að setja skilyrði það að ef að það eru lögaðilar að kaupa þá sé eignarhaldið og lögaðilunum alveg ljóst. Þannig að þetta sem hefur verið nefnt svona sem dæmi í fjölmiðlum, tortólafélög og þess að það kom ekki til greina. Það kemur semst til greina að setja einhverja takmarkanir á það að fyrri eigendur nái stærri hlut en 10-15%? Það er hægt í útboðinu sjálfu getur bankinn sett ýmiss konar skilyrði. Þar á meðal að einn aðili eða tengdir aðilar með ekki kaupa meira en einhver tiltekinn hlut. Eftir að félagið hefur verið skráð og að útboðinu loknu, að þá gilda bara almennar leikreglur. Það eru lagaákvæði, það eru reglur kauphallarinnar dreifða eignaraðild og þar á meðal það að ef einhver einn aðili eða tengdir aðilar eignast meira en 30% þá verða þær að bjóða hinum hluthónum að kaupa af þeim hlutina. Þannig að fyrri eigendur, það er í sjálfsög ekkert sem geti komið í veg fyrir það að þeir eignist allt félagið á ný? Það geta ýmsir aðilar eignast allt félagið á ný. Það geta verið fyrri eigendur, það geta verið einhver aðrir hópar. Eftir að félagið hefur verið skráð, þá eru bara almennar leikreglur í þjóðfélaginu sem gilda. Samkvæmt fréttum að þá skuldar 1998 50 milljarða króna. Ef það koma til dæmis 10-20 milljarðar út úr þessu útboði, hvað verður þá gert við þessa 30-40 milljarða sem að út af standa? Verður það afskrifað? Nú ætla ég ekkert að gefa mér fyrirfram hvað kemur út úr þessu útboði. Það er bankarum auðvitað í mun að vanda allan undirbúning og haga útboðinu með þeim hætti að sem allra hæst verð fáist fyrir félagið. Ef eitthvað stendur út af, þá auðvitað bara gilda reglur bankans það hvernig skuldir eru gerðar upp. Er einhverjar ábyrgðar á bak við þessu skuld? Nei. Getur þú þá fullyrt að hér og nú að ekkert verði afskrifað? Ég get ekkert fullyrt á hvort með því sem er. Það ræðst auðvitað af því hvaða verð fæst fyrir hluti banka sem að tilstendur að selja. En hann hefur síðan engar ábyrgðir að ganga að? Eins og ég segja, það fer auðvitað bara eftir því hvaða verð fæst fyrir þessi bréf, hvernig málalok verða. En er sem sagt eðlilegt að þínum að Jóhannes Jónsson og Jón Ásgeir eignist þetta fyrirtæki aftur, eftir þessar afskriftir mögulegar? Bankinn hefur lokið þessu máli með þeim hætti að hópi lykilstarfsfólks því gefst kostur á að kaupa 15% og þar af Jóhannesi Jónssoni 10%. Það er engin önnur nöfn sem hafa verið nefnt. Allt í lagi, við skulum halda Jón Ásgeiri utan við þetta að þessu sinni en við vitum að það er möguleiki á því að fyrri eigendur geta eignast fyrirtækið á ný. Ef það verða þessar afskriftir. Það geta hvaða fjárfestar sem er í þjóðfélaginu eignast félagi. Já, við vitum fullvel af áhuga þessara feðga á eignast fyrirtækið og almenningu fær heldur engar afskriftir í þessu sambandi. Ef það verða þessar afskriftir upp á 20 milljarða króna. Þannig er þetta að gefa þér að svo verði en við skulum spyrja leikslók. Já, segjum sem svo. Er þá eðlilegt og heldur að verði einhvern tímann sátt það í samfélaginu að þessir hinnu sömu menn og fengu afskrifaðar þessar upphæðir eigi fyrirtækið? Áttaðu því að það er ekki verið að gefa. Það er verið að gefa hópi lykilstjórnenda kost á að kaupa. Þannig að viðkomandi einstaklingar þeir þurfa að leggja fram reiðufé til þess að greiða fyrir hlutina. En þetta er ekki eitthvað sem öllum stendur til boða? Almenningi stendur ekki þetta til boða? Ég minni á að það er verið að efna til útboðs á félaginu og það er verið að gera þetta félag almenningshlutafélag. En það gilda sér reglur þessa stjórnendur? Þessir stjórnendur þeir fá kost á að kaupa en þeir þurfa að greiða fyrir það á fullu verði. Þannig að aðkoma þeirra verður með líkum hætti og aðkoma annarra. Þeir hafa þetta forskot vegna þess að það tali mikilvægt að þetta stjórnendateymi sem er að stýra fyrirtækinu og hefur gert það með myndabrag að það teymi leiði fyrirtæki áfram í gegnum þetta ferli. Hvað við tekur eftir að félagið er orðið almenningshlutafélag og í eigu hinn á þessa hluthafa að það er síðar tíma mál. Þá getur málum verið skipað með allt öðrum hætti. En hvers vegna var farið þá leið að setja Haga á markað? Það var ákveðin gagnrýni á þá fyrstu leiðina sem að tala fara einhvers konar samningaleið við fyrirverandi eigendur og síðan var ákveðið að fara þessa leið og það búið að taka svolítið langan tíma að ljúka þessu máli. Hvers vegna tók þetta langan tíma og hvers vegna var ákveðið að fara þessa leið? Ég vil minna á að bankinn hefur allatíð sagt að hann ætlaði að gaumgæfja alla kosti í stöðunni, fara vel yfir alla kosti. Jóhannes og meðfjárfestar gerðu bankanum ákveðið tilboð. Bankinn hefur aldrei sagt að hann ætlaði að fara eina leið frekar en aðra, heldur miklu frekar að það væri verið að skoða alla kosti og það voru allir kostir skoðaðir.
Þetta var niðurstaðan að þetta myndi þjóna hagsmunum bankans langbest að fara þessa leið. Með þessu móti bankinn að reyna að fá eins hátt verð fyrir fyrirtækið og mögulegt Það farið í gagnsætt og opið söluferli sem að rík krafa hefur í þjóðfélaginu. Það þjónar hagsmunum fyrirtækinsins vel að þetta sé gert með þessum hætti. En hvert verður gengið? Það ómögulegt það að segja. Núna fer í hönd tími það sem þarf að verðmeta fyrirtækið nokkuð ítarlega og útboðsgengið eitt af því sem ákveðið bara alveg undir lok þessa undirbúningsferlis. Sem verður væntanlega einhverjir 2-3 mánuðir. Já, þetta mun taka sinn tíma. Mér langar að víkja líka samskipum og vísa aftur í þessar verklagsreglur bankans endurskipulagninguna og traustið sem að fyrri eigendur þurfa að njóta til þess að koma að endurskipulagningunni vegna þess að bankinn hefur líka endurskipulagt fjárhag Samskipa og þar Ólafur Ólafsson sem hefur stofnað nýtt fyrirtæki sem á núna 90% hlut í Samskipum eftir þessa endurskipulagningu og þá langar maður að spyrja þig í ljósi þessara verklagsregluna hvort að Ólafur njóti trausts af því að hann hefur réttarstöðu grunaðs manns í máli sem varðar markaðsmisnotkun og beinist að Kaupþingi. Nýtur Ólafur Ólafsson trausts? Þetta mál mjög ólíkt í máli sem við vorum að tala áðan. Samskip félag sem með starfsemi hér á landi og erlendis og langstærsti hlutin á starfseminni erlendis. Félagið líka fjármagnað af erlendu banka að hluta til og þar alveg þurfti Arion banki að semja lyktir málsins við annan banka, við erlenda banka. Þannig að það var ekki þannig að Arion banki gæti ráðið einn niðurstöðun í þessu máli. Þurfti bankinn þá að gera málamiðlun að þessu leyti? Hefði hann frekar kosið að einhver annar kæmi að þessu Ólafur? Bankinn þurfti þegar upp var staðið að þá þurfti að ná sátt niðurstöðum og í þessu máli Samskipa, alveg eins og í máli Haga, að þá þarf bankinn að vega og meta með hvaða hætti hagsmunum hans verður best borgið. Og niðurstaða þeirra banka sem að þessu komu var svo að þetta stjórnendateymi sem hefur verið að stýra Samskipum á liðnum árum væri best til þess fallið að stýra félaginu áfram og þar með að reyna að tryggja sem allra bestar endurheimtur skulda fyrir bæði Arion banka og þennan erlenda banka. Þú ert svolítið að gefa í skyn að hinn bankin hafi svolítið þrýst á það að Ólafur yrði þarna áfram með í þessu. Það sem ég að segja að það var sameiginleg niðurstaða að þetta væri besta lausnin og báðir bankarnir auðvitað að vinna því að fá sem mestar endurheimtur. Það getur vel verið að mat hins erlenda banka á einstökum persónum og leikendum í þessu sé með einhverjum öðrum hætti heldur en Arion banka. En þetta niðurstaða málsins. En hvað finnst þér sjálfum persónulega það að maður sem hefur réttarstöðu grunaðsmáls í svona máli sé við stjórnvölinn og eigandi þess fyrirtækis? Ég að stýra banka og þar hef ég það hlutverk að reyna að tryggja hagsmuni bankans sem allra best. En hvað með siðferðið? Já, það kom upp ýmis álitaefni, en hvar á að draga línuna? Og það sem að ég held að sé farsælast fyrir banka að horfa á þetta að reyna að finna leiðir og lausnir það sem hagsmunir bankans eru hafðir að leiðarlausnir. En ekki hægt að draga línuna einmitt þarna ef að menn eru grunaðir stórfellda markaðsmisnotkun þeir fái þá ekki að stjórna fyrirtæki sem að bankinn að endurskipuleggja fjárhaginn hjá? Já, svo kemur þetta gullna sjónarmið að enginn að fólk saklaust þar til sekt sönnuð. En það nefnilega... Þetta hljómar svolítið eins og þetta snúist krónur og aura, en ekki siðferði. Jú, en hvar ætlar þú svo að draga mörkin? Segjum sem svo að ég og þú erum sammála að Ólafur Ólafsson sé í þeirri stöðu að það væri ekki æskilegt að eiga við hann viðskipti. Síðan tekur næstu persónu og næstu persónu og næstu persónu. Hvar ætlar að draga mörkin? Hver á að ákveða þennan lista? Einhver lista af einhverju fólki sem óæskilegt í viðskiptum hér á Íslandi? Hver býr til þann lista? Já. Ég treysti mér ekki til að búa hann til. Til dæmis það að vera grunaður afbrot af þessu tagi? Jú, grunur eitt og sekt annað. En eins og ég segja að í þessu máli eins og svo mörgum öðrum þá reynum við að leita þeirra lausna sem að bestar eru fyrir hagsmuni bankans og það var niðurstaðan í þessu eftir að hafa farið í gegnum málin með þessum erlenda banka og öðrum sem á málinu komu. Er það alltaf best að ykkar mati að láta fyrrverandi stjórnendur og eigendur stjórna fyrirtækjunum áfram? Er það fyrsti kostur? Það þarf alls ekkert að vera. Það þarf alls ekkert að vera og það ræðst bara af aðstæðum hverju sinni. Myndu ganga sáttur frá borði þegar þú hættir sem bankastjóri Arion banka?
Já, auðvitað það svo í öllum störfum að það er kannski ýmislegt sem ég vildi hafa gert öðruvísi en þegar upp verður staðið að þá held ég að ég verði stoltur af því að hafa tekið við þessum banka þegar hann var í rústum og leitt hann í gegnum það að svona komast upp á lappirnar á ný og svona núna erum við í bankanum held ég að vinna gott verk. Það hefur komin ýmsar lausnir á skuldavandamálum heimila. Við erum að vinna í úrlausn skuldavandamálum fyrirtækja. Það er komið nýtt nafn, það er komið nýtt útlit, það er verið að vinna stefnumótun, núna eru eignarhaldið komið á hreint. Það er unnið að því að skapa bankanum nýja stjórn og verið að ráða nýja bankastjóra. Þannig ég held að það hafi ýmislegt áunnist. En eins og alltaf að það er uglust í eitt og annað sem hefði mátt gera öðruvísi. Takk hérlega fyrir komuna, Finnur Sveinbjörnsson. Mér var ánægð.